Skóladagur. Úr bókaflokknum Sögur afa og ömmu. Ólafur Ólafsson bjó til flutnings. Söguhetjan okkar heitir Jónas. Hann var 7 ára þegar þessi saga gerðist. Jónas vaknaði ekki við vekjaraklukku á morgnana. Það var mamma hans sem vakti hann. Jónas vaknaði nú. Það er kominn nýr dagur, sagði hún blíðum rómi. Jónas opnaði augun hægt og horfði upp í loftið. Það var kalt inni í herberginu, en sængin var hlý og gott að hjúfra sig að henni. Hann vildi alls ekki fara fram úr rúminu strax. 5 mínútur, muldraði hann. Það eru alltaf 5 mínútur, svaraði mamma og brosti. En drífu þig nú. Loks drattaðist Jónas fram úr rúminu. Hann fór úr náttfötunum og klæddi sig í fötin. Síðast fór hann í ullarsokkana sína. Hann fór fram í eldhús þar sem ilmurinn af hafragraut og ristuðu brauði tók á móti honum. Það var ekkert val. Það var alltaf hafragrautur í morgunmatinn. Honum var sama. Honum þótti gott að borða hafragraut og rista brauð með osti. En það stóð líka lýsisflaska á borðinu. Hann var ekki eins hrifinn af henni. En hann varð að láta sig hafa það að taka eina matskeið af lýsi á hverju morgni. Það var svo hollt. Hann settist við borðið. Pabbi sat þar með kaffibolla og útvarpið var í gangi. Góðan daginn, sagði pabbi. Góðan daginn, svaraði Jónas á móti og gaut augunum á útvarpinu. Það var verið að segja fréttir. Fullorðna fólki hlustaði alltaf á fréttirnar í útvarpinu á morgnana. Enginn var með síma. Enginn horfði á sjónvarpsskjá, tölvu eða önnur snjalltæki. Þau voru einfaldlega ekki til á þeim árum sem þessi saga gerðist. Það var ekki einu sinni sjónvarp á öllum heimilum. Það var bara útvarpið. Eftir morgunmatinn tók Jónas töskuna sína, snaraði ólunum yfir axlirnar og setti á sig vettlingana. Ekki gleyma húfunni, kallaði mamma hans. Ég þarf hana ekki, kallaði Jónas tilbaka. En tók hana samt af snaganum og tróð henni í úlpuvasann. Úti var kalt. Svolítill vindur og hálka á götunni og á gangstéttinni. Jónas lagði af stað fótgangandi í skólan. Hann gekk alltaf í skólan. Hann gekk þessa sömu leið á hverjum morgni. Á leiðinni hitti hann vini sína. Hei Jónas, kallaði Gunni. Gunni var vinur hans. Hann átti heima nokkrum húsum frá hans heimili. Hlaupum. Komum í kapp síðasta spölinn, sagði Gunni. Og þeir hlupu. Þeir hlupu eins hratt og þeir gátu. Það var alltaf keppni þeirra á milli hvor snerti skóladyrnar á undan. Í dag var það Jónas sem vann. Hann horfði sigri hrósandi á Gunna leið og hann smeygði sér inn dyrnar. Í skólanum var allt einfalt og stílhreint. Krítartafla á veggnum. Kennarinn með kladdann fyrir framan sig og las upp nöfn barnanna og merkti við hverjir væru mættir. Það var mikilvægt að mæta alltaf á réttum tíma, því annars fékk maður merki í kladdann. Því fylgdi engin upphefð og gat reyndar haft alvarlega afleiðingar ef kennarinn sýndi mömmu og pappa það á næsta foreldrafundi. Börnin sátu við borðin sín og svöruðu þegar nöfnin þeirra voru lesin upp. Stundum leiddist Jónas í kennslustundunum. Þá horfði hann út gluggann og út á sjóinn. Hann hugsaði að fara niður í fjöru eftir skóla og leita að skeljum. Kannski að Gunni nennti að koma með honum. Þeir áttu stórt skelja og kuðungasafn og þekktu nöfnin á þeim öllum. Það var oft margt skemmtilegt sem fyrir augu bar í fjörunni og þeir fóru oft þangað eftir skóladag. Loksins hringdi klukkan. Hringingin var hvell og hávær og þýddi að skóladeginum var lokið. Börnin fögnuðu með húrrahrópi og þustu svo út úr skólastofunni. Allir fóru út að leika. Flestir strákana fóru í fótbolta. Stelpurnar fóru út undir vegg og stungu saman nefjum eitthvað sem þeim fannst áhugavert og spennandi. Jónasi fannst ekki auðvelt að geta sér til hvað þær hefðust að. Þær voru oftast bara að tala saman, fannst honum. Tíminn leið hratt við leik á skólalóðinni. Enginn þurfti að flýta sér heim. Það var enginn að kalla á þá að flýta sér. Enginn skilaboð í síma. Enginn skjárhljóð. Enda voru engir símar til þá. Bara hlátur, hróp og köll í ærslafullum krökkum að leik. Þegar Jónas kom loksins heim var mamma hans í eldhúsinu.
Þú ert orðin ísjökul kaldur, sagði hún og setti hlýja hönd sína á kinnina hans. Við vorum úti að leika í allan dag, sagði hann brosandi. Ég sé það, svaraði hún hlýlega. Það var kominn kvöldmatur. Allir sátu saman við eldhúsborðið og borðuðu matinn og skröfuðu saman. Pabbi sussaði á þau, því hann var að hlusta á kvöldfréttirnar í útvarpinu. Þá mátti ekki trufla með óþarfa masi. Eftir kvöldmatinn þurfti Jónas að fara inn í herbergið sitt til að læra fyrir morgundaginn. Hann tók bækurnar upp úr skólatöskunni og fletti þeim. Hann gleymdi sér stund við að krota og teikna í stílabókina. En loks reyndi hann að reikna heimadæmin í reikningsbókinni. Hann var ekki sérlega góður í reikningi, fannst honum. Seinna kvöldið settist öll fjölskyldan í stofuna. Það var kveikt á útvarpinu. Það var leikrit. Framhaldsleikrit sem allir voru spenntir yfir. Þetta var leynilögreglusaga. Mjög spennandi og hálf draugaleg. Raddirnar fylltu herbergið og Jónas lokaði augunum til að hlusta beturi. Hann sá allt fyrir sér í huganum sem fór í leikritinu. Hann þurfti engan sjónvarpsskjá. Hann sá aðstæðurnar fyrir sér. Húsin og daufa götulýsinguna. Dularfullan mann sem gekk hókinn með frakkakrakkan brettan upp og hattinn dreginn niður undir augu. Hann gat meira að segja heyrt fótatækið þegar hann gekk eftir gangstéttinni áður en hann hvarf inn í húsasund og allt var hljótt. Og síðan gat við hávær skothvellur og skerandi kvenmannsróp. Öll fjölskyldan kipptist við. Það var dauðaþögn í stofunni. Enginn sagði orð, spennan var óbærileg. En þá, einmitt þá, var leikritinu lokið og þau allir þurftu að bíða í heila viku til að vita hvað hafði gerst. Þegar Jónas hafði þvegið sér og burstað tennurnar, fór hann í náttfötin og skreið upp í rúm. Hann gætti þess að fæturnar næðu ekki niður undan sænginni. Þá fann hann til óöryggis. Það var ekki laust við að það væri beigur í honum eftir að hlusta á leikritið. Spennan og dularfull örlög sögupersónanna voru honum ofarlega í huga. En eftir að hann hafði farið með kvöldbænina sína og beðið Guð vernd og handleiðslu varð hugurinn rórri og hann sofnaði fljótt. Á morgun kæmi nýr dagur. Sumpart með sömu verkefni og flestir aðrir dagar en líka eitthvað nýtt og spennandi.